En nokkur ára skeið voru Íslendingar þjóð heimsafreka. Þessi tími var íslenska íþróttavorið. Íþróttaafrek Íslendinga tengjast á sérstakan hátt Íslandssögunni og heimssögunni á fyrstu árunum eftir heimsstyrjöldina síðari. Evrópa var í sárum. Var í sárum, en Ísland ekki. Heimsstyrjöldin hafði þýtt uppgang á Íslandi, aukna atvinnu, bætt lífskjör. Þetta var ungt þjóðfélag, ungt lýðveldi, land uppbyggingar. Sumarið kom yfir sæin og sólskinið Það sem þó einkenndi árin eftir stríð var skortur. Útlend matvæli, fatnaður, skór, allt var skammtað. Margir bjuggu í bröggum, en sumir fóru að byggja litlar íbúðir í hverfi sem síðan var nefnt smáíbúðahverfið. Stríðsgróðinn var búinn
Stórhugurinn var búinn. Eða hvað? Og þá fyrst svona virtist vera að menn fóru að líta á Ísland og hvað sem kom frá Íslandi þá vissu allt í einu allir Ísland og maður náttúrulega dró ekkert úr því sem var spurt. Já, ég upplifði þann tíma með þessum hætti vegna þess að faðir minn var formaður ÍR á þessu skeiði sem að ég held að við höfum upplifað með þeim hætti að ÍR hafi verið eins konar heimsfélag, eins og ég hef sagt þér. Það voru svo miklar íþróttastjörnur í þessu félagi og stóðu sig svo vel á þessum árum og þetta var eiginlega æði. Í ákveðnum greinum, eins og í spretthlaupum og kastgreinum og raunar einnig í nokkrum stökkgreinum, að þá vorum við alveg í toppnum. Við vorum í mörgum greinanna bestir og það langbestir á Norðurlöndum, bestir í Evrópu eins og við vitum. Fólk hópast út á völl, vestur á völl hérna á Melónum til að sjá þetta fólk. Því að þetta unga Ísland, það er að ræta strauminn þjóðarinnar, hvorki meira en minna. Það væri sjálfsagt hægt að skrifa þá ævintýrabók alveg eins og skrifaðar voru Gunnar og Skarphéðinn. Og þetta voru náttúrulega menn sem að vörpuðu ljóma á félagið og okkur öll og Ísland. Íþróttir byggjast á keppni eins og við sögðum áðan, en kappsmaður verður líka að vera drengilegur þegar út á völlinu komið og það voru þessi drengir í ríkum mæli. Þarna voru endurbornar hetjurnar gömlu og það voru margir þar á meðal ég sem efuðust að til dæmis Gunnar á Hlíðarenda eða Þormóður Kolbrúnarskáld hefðu nokkuð í þessa stráka að gera. Það var gaman að vera Íslendingur á þessum árum. Til dæmis á Melavellinu, það var hver einasti maður með þar og hrópin og köllin að þau voru ærandi. Þetta var eins og að upplifa Spörtu í gamla daga, þar sem að menn áttu að vera með sálina í hraustum líkama. Stórhugurinn í þjóðfélaginu er svo sannarlega ekki búinn og hann tengist fyrst og fremst einu, frjálsíþróttunum. Á stríðsárunum höfðu verið haldin fjölmörg íþróttamót á Melavellinum. 17. júní mótið er orðið fastur viðburður í borgarlífinu. Þetta er keppni sem tengist lýðveldinu og lýðveldisandanum. Forsetinn kemur á völlinn og áhorfendur hrópa húrra fyrir honum. En það er líka haldinn fjöldi annarra íþróttamóta í Reykjavík og þau eru iðulega vel sótt. 20. meistaramót Íslands í frjálsíþróttum fer fram á Melavellinum 7. til 11. ágúst 1946. Veður er hagstætt og alls eru sett 7 ný Íslandsmet. Strax fyrsta dag mótsins er fyrsta metið sett og er það Finnbjörn Þorvaldsson, liðlega 20 maður frá Ísafirði, sem það gerir í 200 metra hlaupi. Daginn eftir bætir hann líka metið í 100 metrum og eru þetta 2 af 10 Íslandsmetum Finnbjarnar árið 1946. Finnbjörn Þorvaldsson er þekktur íþróttamaður á stríðsárunum og hið sama gildir Gunnar Húseby sem sigrar í kúluvarpi og kringlukasti með miklum yfirburðum. Hins vegar koma ungir menn fram í fyrsta sinn á þessu meistaramóti árið 1946. Vestmannaeyingurinn Torfi Bryngersson sem er nýfluttur í bæinn og orðinn KR-ingur sigrar í stangarstökki. Örn Klausen, 17 ára reykvíkingur, sigrar í hástökki. Og tvíburabróðir hans, Haukur, vekur mikla athygli í spretthlaupum þótt ekki takist honum að standast Finnbirni snúning að þessu sinni. Finnbjörn Þorvaldsson ólst upp við að hlaupa með skilaboð milli bæja fyrir vestan, alltaf 30 km vegalengd út í Aðalvík, þess á milli sem hann eltist við hross og sauðfé. Hann var hlaupari, þótt hann vissi það ekki sjálfur, þar til hann fluttist suður 17 ára gamall og gekk í ÍR. Skömmu eftir meistaramóti 1946 fer Finnbjörn til útlanda í fyrsta sinn til að keppa á sjálfu Evrópumeistaramótinu í frjálsíþróttum, sem er hið fyrsta sem haldið er eftir heimsstyrjöldina. Þetta er sögulegt mót, þarna birtist vilji þjóðanna til að endurreisa álfuna
og erja nýjar í jarðir. Krigen kom og freden. Norge ble tildelt Europamesterskapet 1946, en 4 dagers folkefest som vi aldri vil glemme. På æresplass selveste kong Håkon. På tribunene 28 000 elleville nordmenn som lykkelig benyttet denne sjansen til å hylle sin konge, og de idrettsmenn som under krigen så tappert hadde kjempet for fredens sak, enten aktivt eller ved passiv motstand i idrettsstreiken. Dette mesterskapet ble arrangert i en stemning av frihetsglede og livsoverskudd etter mange mørke år, en stemning man aldri vil finne maken til i dag. Finnbjörn Þorvaldsson komst í úrslit í 100 metra hlaupi á þessum móti. Þá vissi ég ekkert að ég var í úrslitum. Þannig ég fór bara upp í stúku og settist þar hjá fararstjórum og öðrum keppendum. Og þar sátum við í rólegheitum bara í uppmyndu klukkutíma og bara horfðum á það sem framfór á vellinum. Allt í einu heyrum við í hátalarinn að kalla að nú fara fram úrslit í 100 metra hlaupi. Nú við lögðum veirinn og þar kom allt í einu nafn Þorvaldsson Ísland. Og ég segi við félagana, það hlýtur að ég. Já, alveg örugglega flýttu þér. Og ég hljóp þarna niður áhorfendapallana og var konir í Gryfju, svona svipað í Laugardalnum. Og þar mér bönnuð innganga. Því að það séu fara fram úrslit í 100 metra hlaupi, það megi enginn fara inn á völlinn. Og maður var nú haft á klári í tungumálinu þá daga, ég var að reyna að útskýra fyrir mig, ég var einn af keppendum í úrslitum. Það kemur ekki til mála, svo ég fór nokkuð skref tilbaka og hugsaði minn gang og svo ég bara stökk yfir, tók tilhlaup og stökk yfir girðinguna, eða hliðið. Og inn á völlinn og hliðið var þarna við endamörk á 100 metra hlaupinu. Og ég skokkaði þar sem ræsinn var og þá var hann að skipa að taka sér stöðu. Þegar ég kem þarna að og hann sér mig og segir, ert þú Þorvaldsson Ísland? Já, segi ég. Þú ert nokkuð seinn. En farið samt úr og ertu fljótur. Og þar er við manni mælt hvað ég ríf mig úr eitilfötunum og það takið ykkur stöðu við byrjum bang. Og ég hafði ekki nokkuð tíma til að mýkja mig upp, kom þarna stirður úr stúkunni og ég lenti í 7. sæti. Út af fyrir sig var það í lagi, ég reiknaði aldrei með að komast í úrslit. En það sem mér þótti einna sárast var það að Montín okkur frá Ítalíu, sem fyrirfram var talinn sigurstranglegastur í þessu hlaupi, ég hafði unnið hann í undanúrslitum. Og hann lendir í 3. sæti, en ég er 7. Og mér þótti einna leiðinlegast af því að þarna fór hann á pallinn og fékk sinn fána upp. Ég hefði gjarna viljað sjá íslenska fána þar. En þrátt fyrir þau mistök íslensku fararstjórnarinnar að komast ekki að því að þeirra eigin keppandi hefði komist í úrslit, þá blakti íslenski fáninn samt sem áður við hún í Osló. Íslendingar eignuðust Evrópumeistara á þessu móti. Svo kemur enn einn til sögunar sem er af annarri sort. Það er Gunnar Húseby. Hinir hafa kannski verið svona til veggskreiting á myndum. Það er Gunnar Húseby ekki. Hann er hinn tegundin. Hann er eiginlega, hann er eins og orkuver. Hraustmenni, tröll. Hann hleypur 100 metrar á 11 sekúndum. Hann kastar kúlu lengra en okkur annar maður. Þeir sögðu í fílu íþróttafréttamenn á Norðurlöndum að þetta væri nú eiginlega ekki neitt kúluverk vegna þess að Gunnar Húseby kynni ekki að kasta kúlu. Halldór Kiljan Laxness gerði þá athugasemd sem síðan hefur dugað í þessu máli. Hvað ef hann tækir sér til einn góðan auðvitað og lærði að kasta kúlu? Hvert fíkjum þá? Gunnar Húseby náði iðulega besta árangri sínum á stórmótum og þannig var það í Osló árið 1946. Hann var annálaður keppnismaður. Já, ég var talinn það. Gríðarlegur keppnismaður. Og það var nú þess vegna að ég gat bætt við mig og tók oftast nær gimd eða fram til síðast að vinna. Ég gerði það oft.
Gunnar Húseby var einrænn og æfði einn, þróaði eigin stíl. Já, þarna kemur inn á svolítið merkilega hluti. Sko, ég hef alltaf verið einrænn og það enn þann dag í dag. Þá þykir mér gott að vera innan fólk, ég ekkert að segja það. En frá því ég var lítill, þá byrjaði þetta. Ég var náttúrulega rosalega stór þegar ég fæddist. Mér var sagt að 22 merkur. Og ég var kona fætur á undan öllum öðrum krökkum, sko. Þegar ég fór að hátta klukka milli 7-8 á kvöldin. Það var bara ég rekinn upp í rúm. Það var alltaf leið með það. Og þarna byrjar einrænin, sko, í mér. Svo ég sé nú bara heiðarlegur og ekkert að klípa neitt utan að því. Og mér þykir ágætt að vera mikið einn. Kemst betur yfir margar hluti, svona sem ég hef verið að glíma við á lífsleiðinni. Og ræða það alltaf við einhvern annan heldur en sjálfan mann. Ég veit ekki hvaða útgáfa kemur út úr því, ég hef nú reynt það. En mér finnst að útgáfan ekki vera nógu góð út úr því. Svoleiðis að ég hef nú bara verið mikið einn. Í undarásunum morguninn, þá eigum við að kasta 15. Ég tek bara eitt kastað 3 og kasta bara rúma 15,5. Eftir það hrukkuðu saman í eina bendu. Norðurlandamótið í frjálsíþróttum var haldið í Stokkólmi 7. til 8. september 1947. Meðal keppenda var Haukur Klausen, 18 ára spretthlaupari sem fæstir reknuðu með að ætti sigurmöguleika. Það var yngsti þáttakandinn í mótinu. Og reknuðu nú allir með að ég yrði síðastur. Sænsku blöðin tippuðu það all að ég yrði síðastur. En það var bara einn sem að sagði, nei, hann verður fyrstur. Og það var vinur minn, Sverker Benson, ritstjóri á Íþróttablaðinu, sænska. Ég bjó heima í honum og hann vildi svona með okkur og hann sagði, nei, hann verður fyrstur. En þeir hlóaði honum allir hinir. Í hlaupinu var Haukur á fyrstu braut og var startans lélegt. Hann var síðastur eftir 50 metra. Þegar 75 metrar voru eftir í mark var Svíinn Tranberg fyrstur en Haukur töluvert á eftir. Þá fór Haukur að vinna á og í markinu var hann orðinn heilan metra undan næsta manni á nýju Íslandsmeti. Íslendingar höfðu eignast nýja hlaupastjörnu sem tekið var eftir á Norðurlöndum. Íslendingar gengu inn númer 24. Skátar gengu á undan öllum flokkonum og báru spjörn áletuðu nöfnum viðkomandi þjóða. Á eftir skátanum okkar gekk Finnbjörn Þórðarson og bar fánan. Því næst kom Ólympíunefndin, fyrstir Hallgrímur Hallgrímsson, Erlingur Pálsson og fleiri, síðan þjálfarar og þá íþróttafólki sjálft, fyrst stúlkurnar og síðan piltarnir. Ólympíuleikarnir ollu Íslendingum vonbrigðum. Sá Íslendingur sem stóð sig þó vafalaust best var Örn Klausen. Hann hafði aldrei áður keppt í tugþraut. En viti menn, þessi 19 ára gamli piltur var 12. í öndvegisgrein frjálsíþróttanna. En frægasti íþróttamaður Íslands, Evrópumeistarinn í kúluvarpi Gunnar Húseby, var illa fjarri góðu gamni á Ólympíuleikunum í London. Árin 1947 og 1948 bar fremur lítið á mér í keppnum, sagði hann og bætti við, það er oft erfitt að hafa unnið sér til frægðar. Náttúrulega kemur ýmislegt fyrir mann þegar maður er ungur og kraftmikill maður og er á flegiferðum allan bæ og ýmislegt sem kemur fyrir. En ég veit ekki til þess að það taki því að vera að minnast á það. Það er svo margt mikið. Haustið 1948 varð Evrópumeistarinn fyrir aðkasti í skrifum sumra dagblaðana, eins og hann orðaði það sjálfur. Gunnar Húseby keppti ekkert þetta ár, en hann var umtalaður maður í Reykjavík. Ég er sami maðurinn og ég hef alltaf til verið, sko. Ég held að ég sé ekkert vondur maður, en ég er ekkert góður heldur. Sjálfur viðurkennir hann löngu síðar að ýmislegt hafi á þessum árum farið miður í samskiptum sínum við annað fólk.
Ég bað einu sinni mann afsökunar á því sem ég gerði við hann, einn af þeim, mörgu. Bara gekk að honum og bað hann afsökunar á því. Og ég mætti halda því áfram í nokkur ár. Þegar mér finnst ég vera svolítið sekur einmitt í þeim málum. En Gunnar Húseby var ákveðinn í því að snúa aftur. Hann hét með sjálfum sér að sýna hvað í honum byggi. Ekki fór mikið fyrir aldrinum, eins og hann orðaði það sjálfur. Hann var 25 ára árið 1948 og það var annað Evrópumót fyrir höndum í Brussel árið 1950. Gunnar Húseby hafði insett sér að verja titil sinn frá 1946 og persónulegir erfiðleikar breyttu engu það. Það hefði nú eitthvað borið á því að menn voru að reyna svona að ná stjörnunum frá einu félagi til annars og svona. En ég man eftir einu samtali sem það var nú heima hjá mér, var nú allt undirlagt í þessu starfi föður míns fyrir IR. Og einhvern tímann heyrði ég að maður að segja, nei, kona mín, þú kemur ekki í IR, þú átt heima í KR-inn, en ég skal reyna að hjálpa þér við að fá vinnu. Og ég spurði föður minn að því síðar, hvernig varstu að tala, hann sagði ég var að tala við Gunnar Húseby. Á árunum eftir stríð var þjálfun íslenskra íþróttamanna öflugri og meiri en áður. Erlendir þjálfarar fluttu nýjar aðferðir til landsins. Samt sem áður var þjálfun manna ekki nærri eins mikil og síðar varð og til dæmis þekktist lyftingaþjálfun ekki en hins vegar hlupumennum vatnsmýrina á skíðaskóm á vetrum. Margir íþróttamenn áttu iðulega í erfiðleikum vegna tognunarmeiðsla, þeirra á meðal Haukur Clausen. Við vorum ansi gjarnir á að togna. Þetta var þannig að það var búið að keyra æfingarnar, því ég hugsa að þetta hafi verið eitthvað vitlaust keyrðar æfingarnar að mörgu leyti. Að þetta var ekki eins vísindalegt orðið eins og það er orðið núna. Nú er þetta orðið hálf vísindalegt allt saman hvernig þetta er gert. Enginn íslensku afræksmannanna komst nálægt því að geta talist atvinnumaður í íþróttum. Sumir voru námsmenn, aðrir stunduðu ýmiss konar launavinnu. Torfi Bryngersson var í lögreglunni og missti iðulega af 17. júnímótunum því hann þurfti að standa í heiðursverði þennan dag. Stundum var besti stangarstökkvari Íslands við löggæslu en ekki keppni á mótunum á Melavellinum. Maður mætti klukkan 6 á morgni á mína vakt, ég átti að mæta og nú ég var búinn að standa í réttstöðu fyrir utan Alþingishúsið frá klukkan 8 til klukkan 10 eða lengur. Síðan var farið á söður á Melavöll og ég var eftir að við gengum þarna fyrir skrúðgöngunni því að Melavöllurinn var vettvangur skemmtana lífsins 17. júní í þá dag. Nú ég man eftir að Sigurður Sigurðsson, hann vissi náttúrulega þetta allt. Hann segir, já það er nú ekkert að marka þó Torfi sé ekki kominn, hann byrjar ekki fyrir allir fallnir út. Já, svo segir hann var hann að lýsa í útvarpinu. Nú ég sé ekki betur en hann standi þetta upp á endan eins og símastur í fullum lögregluskrúð og hvað hvurslags er þetta? Þetta var svona heldur leiðilegt fyrir hann. Ég náttúrulega keypti ekki, það þýddi ekkert fyrir mig. Ég fór ekki að gera með einhverjum kjána. Árið 1949, rúmu ári eftir Ólympíuleikana í London, er haldin keppni milli Bandaríkjanna og sameiginlegs liðs Norðurlandanna í Oslo. Keppendur eru 6 í hverri grein, 3 fyrir hvort lið. Finnbjörn Þorvaldsson er framúrskarandi árangri í spretthlaupum og er bestur Norðurlandabúa í 100 og 200 metra hlaupum. En Íslendingar hafa nú eignast nýja heimsstjörnu í íþróttum. Það er Örn Clausen sem keppir í tugþraut gegn ólympíumeistaranum Bob Mathias. Aðeins Bob Mathias tekst að sigra Örn Clausen sem verður annar. Erlendir fréttamenn telja sig varla hafa orðið vitni að slíkum framförum á jafnstuttum tíma. Dagblöðin í Stokkólmi tala það skömmu síðar að Örn Clausen sé að verða besti tugþrautarmaður heims enda tekst honum að ná betri árangri á fyrra degi tugþrautar en sjálfum heimsmetháunum þegar hann setti met sitt. Hvernig var að vera stjarna í Reykjavík á árunum svona kringum 1950? Stjarna, þú áttu við svona þekktir. Já, það var þannig að við vorum það þekktir að við gátum hvergi komið á þess að menn þekkt okkur. En það var nú svona í litlu þjóðfélagi eins og það er. Maður gæti náttúrulega, maður gæti nú alltaf hegða sig mjög illa á þess að fá á svo óorð og svona. Nú það voru nú líka alls konar kjaftasögur sem gengur nú okkur og
sumar sannar og sumar lognar og alltaf illgirni og öfund alls staðar. Hún alls staðar. Sérstaklega á Íslandi held ég. Bíómyndirnar voru helsta skemmtun áranna eftir stríð. Opnuð voru ný kvikmyndahús í Reykjavík. Austurbæjarbíó, Hafnarbíó, Trípólíbíó. Rita Hayworth og Humphrey Bogart, Ingrid Bergman og Clark Gable. Þetta voru helstu stjörnur Reykjavíkur, rétt eins og annarra borga. Samt voru nokkrir menn sem kepptu við þau athygli borgarbúa og þegar það sást til þeirra á vellinum sem núna undir þessu grasi, þá tæmdust bíóin. Humphrey Bogart náttúrulega, James Stewart og John Payne. Þetta voru nú svona eiginlega buxnavasa hengilmennur samanborið þessa stráka okkar. Viltu með mér vakur blómin sofa, vina mín og ganga sura tjörn, þar í laut við lágan eigum kofa, lékum við þar okkur saman börn. Þar við gættum fjárum fölvar nætur, fallegt var þar út við hólinn minn. Hvort sem mér sýnist að þú grætur, seg mér hví dapur hugur þinn. Íþróttamennirnir voru þjóðhetjur, menn sem tekið var eftir og talað Landslið Íslendinga í frjálsíþróttum var stöðugt öflugra. Iðulega var háð keppni við hinn Norðurlöndin, bæði hér heima og erlendis, og breidd landsliðsins var stöðugt meiri. Það var stórkostleg vandræði, það þurfti að velja menn í boðlöp, 4 menn í 4x100. Það voru svona 6-7 sem komið til greina, það þurfti að halda 2-3 mót til þess að fá út hverjir 4 ætti að fara í boðlöpið. Aðall landsliðsins var keppnisandinn og skipti engu hvort menn voru í KR, IR eða Ármanni. Þetta voru allt saman eins og bræður, þannig að það var engin krytur á milli, bara vinátta. Og enn, hefur haldist þessi vinátta milli keppendana í hvaða félagi sem þeir voru. Og bráð skemmtilegi menn eins og Torfi og Húseby og þeir. Það gagnar ekkert að fara hérna, ég ekki tala frekar á Hérlandi, heldur annars staðar, út í sveitir á einhver héraðsmót, setja þar einhver heimsafrek, það gagnar ekki. Það verður að gera þetta á stórmótum. Það verður að sanna sig á stórmótum. Einu sinni rætti ég við vinn minn Jóhannes á Borg, við vorum miklu góðir vinnir, og hann sagði mér, segir eitt, þetta með að menn gangi berserksgang, þetta staðreynd, sagði Jóhannes. Nú, sagði ég, hvernig þá, menn gangi berserksgang, já, sko sjá til, þú hefði talað það að menn gangi berserksgang, já. Og ég kláraði, sagði Jóhannes, að þetta skeður og þá verða menn 10 sinnum sterkari heldur en þeir raunverulega eru. Svo það getur vel verið að mannskapurinn þegar hann var að bæta sig svona hafi bara hreinlega gengið berserksgang og sagt að frá í fornsögunum. Fjórða Evrópumeistaramótið í frjálsíþróttum haldið í Brussel 23. til 27. ágúst 1950. Þetta stærsta íþróttamót sem haldið í heiminum að Ólympíuleikunum undanskildum. Þáttakendur eru 600 frá 20 þjóðum og Heysel leikvangurinn sem rúmar 70.000 manns iðulega þétt setinn. Þegar íslenskir íþróttaskýrendur báru saman árangur Íslendinga 1946 og 1950 voru þeir sammála að framfarirnar hefðu orðið miklar. En það átti líka við aðra. Evrópa var flakandi í sárum árið 1946. Þau sár höfðu gróið að verulegu leyti 1950. Fyrir mótið töldu íþróttaskýrendur íslensku keppendurna eiga mesta möguleika í kúluvarpi, tugþraut, spretthlaupum og stangarstökki. Ekki var hins vegar að sama skapi búist við miklum árangri í langstökki, enda var það aukagrein íslenska keppandans Torfa Bryngeirssonar.
Torfi Bryngersson var djarfhuga íþróttamaður, enda þurfti þess við í stangarstökki á þessum árum. Hann ólst upp við eggjatínslu í Vestmannaeyjum og einu sinni lenti hann í því að missa frá sér bandið sem hann hékk í. En í stað þess að kalla á hjálp og verða sér til minnkunar eins og hann orðaði það sjálfur, þá stökk hann á bandið og greip það í loftinu, en þverhnípi var fyrir neðan rúmir 100 metrar. Þessa sömu dirfsku sýndi Torfi í hættulegustu grein frjálsíþróttanna, stangarstökkinu. Smá pollastökk á rífuskafti. Svo þróaðist þetta upp í svona að verða nokkuð þokkalegt. Já, og ég held bara framberilegt á þeim tíma. Á þessum árum voru notaðar stálstengur og fjallumenn niður í sandgryfju eftir stökkið, því ekki voru notaðar dýnur. Og það var númer 1 og það var að læra að koma niður úr stökkinu. Ég er ekki viss sem maður hafði stokkið mörg stökk að maður kæmi niður eins og koma núna stangarstökkinu. Koma bakið og jafnvel á hausinn. Í Brussel komst þessi óvenjulegi íþróttamaður í úrslit bæði í stangarstökki og langstökki. Ekki var gert ráð fyrir því að sami maður hefði báðar þessar greinar á valdi sínu og fóru þar fram á sama tíma. Ég var þarna að velja á milli og það eru heilmiklar vangaveltur í kringu þetta og raunverulega er þetta ekki ákveðið. Þetta er raunverulega ekki ákveðið í hvora greina ég fer fyrir ég bara komst vel. Ég man eftir ég sagði nú landsliðsþjálfarinn okkar þá, Benedikt Jakobsson og fleiri góða menn þarna. Já, ég bara dreif mig í landsleiki, við sjáum hvað setur. Íslendingar komast í úrslit í öllum spretthlaupum á Evrópumeistaramótinu í Brussel. Í 100 metra hlaupi var Haukur Klausen, sem hér sést á 3. braut, keppandi Íslands. Hann var 5. aðeins sekúndubroti á eftir sigurvegaranum. Ásmundur Bjarnason var einnig 5. í 200 metra hlaupi og Guðmundur Lárusson 4. í 400 metra hlaupi og sjónarmun frá verðlaunasæti. Einn sögulegasti viðburðurinn í Brussel var að margra mati keppnin í 4x100 metra boðhlaupi. Í undanrásum urðu Íslendingar jafnir Rússum og settu nýtt Íslandsmet. Úrslita hlaupi sem Rússar unnu olli hins vegar Íslendingum vonbrigðum. Þeir urðu aðeins í 5. sæti þrátt fyrir glæsilegan endasprett Hauks Klausen. Í Brussel, það gæti staðið fyrir aftan hringinn og unnið á svona. Og það var alveg rosaleg tilfinning. Sko að þetta standa upp á verðlaunapalli eftir svona afrek er náttúrulega alveg það er ekki hægt að lýsa þeirri tilfinningu. Maður grét eins og lítið barn. Og bæði í Brussel, á Víslött í Oslo 46 og eins þarna 1950 í Brussel. Þetta er alveg ólýsanleg tilfinning. Og hugsaði ég hugsaði bara heim. Þetta fólki væri nú ekki ánægt heima þegar maður kæmi heim og maður hefði getað unnið þetta aftur. En sú grein sem mesta athygli vakti í Brussel var tugþrautin og þar var heimsstjarnan Örn Klausen meðal keppenda.
Það var mjög spennandi að horfa á tugþrautina og það munaði eins og vitið að hafa litlu. Örn hefði ekki þurft nema aðeins betri árangur í 1500 metrum og þá hefði hann sigrað þar. Hann tók strax forystuna og Heinrich fylgdi honum eftir. Heinrich var stór, 2 metra, gríðarlega þungur og þetta var martröð hrein fyrir hann að laupa þessa metra. Fyrir 1500 metrana hefur Heinrich naumt forskot. Örn vinnur á, en það er ekki nóg. Ignaz Heinrich er örmagna sigurvegari. Heinrich var franskur, flestir áhorfendurnir voru franskir og þegar Örn sýnir þennan drengskap þarna í markinu og tekur við Heinrich og hjálpar til þess að lífga hann við, að þá bókstaflega grétu frakkan, þetta er bara hágrétu af hrifningu. Hversu mikið var fjallað þessa sigra Íslendinga í belgískum blöðum? Já, ég man ekki betur en það var í fjalla mjög mikið það og þeir koma óvart, menn hafði ekki reiknað með frá þessu dvergríki slíkum árangri. Og til dæmis að vera Íslendingur í Brussel, það var alveg stórkostlegt. Ég var þarna orðinn konungurinn í blaðamannastókunni því að velgengni strákana þarna á vellinum að hún var líka mennirnir, blaðamennirnir sem voru þarna í kringum mig frá nágrannalöndunum. Þeir hefðu aldrei heyrt þessa menn nefnda og vildu fá að vita allt þá. En þrátt fyrir glæsilegan árangur Íslendinga í Brussel vissu margir að það hefði verið hægt að ná enn lengra. Íslendinga voru alveg frábærir og ótrúlega góðir og það komust færri að þeim vildu. Meðal annars vegna þess að það var félagarígur og alls konar öfund sem var ráðandi kannski. Gott dæmi um það er að besti 200 metra hlaupari í Evrópu, Haukur Clausen, hann fékk ekki vera með í 200 metra hlaupi á Evrópumótinu í Brussel. Haukur Clausen var ekki í keppnisliði Íslands í 200 metra hlaupi, aðeins Ásmundur Bjarnason. Haukur satt í stúkunni og horfði á, þótt Íslendingar hefðu rétt á að senda 3 keppendur til leiks. Sú ákvörðun að tefla Hauki ekki fram í aðalgrein sinni vakti athygli, enda var hann besti hlaupari Evrópu á þessari vegalengd árið 1950. Hvernig leið besta 200 metra hlaupara í Evrópu þegar hann satt í stúkunni í Brussel og horfði á hlaupið? Ég gerir ráð fyrir að ég hafi bölvað KR-klíkunni í hljóði, aðallega í hljóði. Ég get ekki lýst í öðru við því. Því að þeir réðu og okkar ágætu félagsmenn í IR, þeir hafðu bara engin völd. Þeir réðu ekki við neinu. Menn þeir geta strækað á að fara en það gagnaði einhver neitt. Þeir voru bara fegnir. Komum bara öðrum inn í staðinn. Það var ekki svo auðvelt að standa í þessu. En það svona nokkuð verður náttúrulega aldrei aftur tekið. Því verður aldrei breytt. Clausens bræður héldu ekki heim með hinum íslensku keppendunum í Brussel, heldur fóru í keppnisferð Norðurlönd. 8. september árið 1950, aðeins 10 dögum eftir Evrópumeistaramótið í Brussel, setti Haukur Clausen nýtt Norðurlandamet í 200 metra hlaupi í Eskilstuna í Svíþjóð, hljóp á 21,3 sekúndum. Það var besti tími sem náðist í 200 metra hlaupi í Evrópu árið 1950. Dagana 28. og 29. júní 1951 var landskeppni Norðmanna, Dana og Íslendinga haldin í Oslo. Maður gerði sér nú ekki miklar vonir þar sigur. Við höfum unnið Dani árið áður. Það var fyrsta lagið.
En við gerðum okkur litlar vonir Norðmenn og meðal annars að þá var reynt að tjalda öllu sem til var og Örn Klausen var bindur til þess að fara í 400 metra grindarlaug sem hann hafði aldrei hlaupið áður, þetta fyrsta greinin, og hann gerði sér bara létt fyrir og vann þetta. Þetta gaf tón. Drengirnir þeir fóru þarna allir hver sig fram úr sínu besta. Ég bara settur í Boðhússveitina sem endamaður í stað Hauks. Ég hafði aldrei tekið við kefli. Þannig við vorum að leika okkur en ekki það í svona kefni. Og þeir vildi ekki skipta. Ég vildi að einhver væri á hann endan, ég myndi byrja. Ásmundur vinur Bjarnason, hann byrjaði og hann sagðist bara halda við sitt sæti. Það restaði mig þegar ég var síðastur og Örn átti að skila keflinu til mín. Og Örn drullur hræddur það að hann næði mér ekki, ég myndi rjúka á stað allt og fljótt. Nú ég hræddur að ég næði ekki keflinu frá honum og stóð bara kyrr. Þetta var náttúrulega kyrrstöðuskipti. Og þarna voru á síðasta sprettinu, þarna voru bestu hlaupara bæði Norðmenn og Dana. Það voru menn sem niður á 10, 5 og 6. Og ég hafði nú þokkalegt forskot. Og ég bara hugsaði mér, ég gef bara ekkert eftir, ég læta bara ekkert vera fram á mér. Og stóði það. Leysmúrinn fyrst. Það er margir af þessum strákum að þeir voru dálítið erfiðir hérna heima. Þeir voru tregir og merkilegir með sér svona. En erlendis að þá lögðu þessu alla fram og voru til í allt. Og það var svona liðsandi sem að ég vil nú meina hafi valdið þessari velgengni okkar á erlendum mótum.